Hæ. Á síðasta ári þá vorum við að tala mjög mikið svona stefnumótandi hlutan í markaðsstarfinu. Það að leggja virkilega góðan grunn sem mikilvægt. Að huga markhópunum, að huga samkeppninni og að huga að brandinu þínu. Og þar hamraði ég á því að ég vil nota orðið branding frekar en vörumerkjastjórnun. Einfaldlega vegna þess að ég vil ekki að það sé hugsa bara vörumerki, það er að segja bara logo sem brand. Brandið eins og við höfum talað miklu meira heldur en bara það. En því verður ekki neitað að logo stór hluti af markaðssetningunni. Það er að segja vörumerkið þitt. Og það ber þess vegna að huga mjög vel að því. Þetta oft það fyrsta og jafnvel í langan tíma það eina sem fólk sér af fyrirtækinu þínu eða vörunni eða þjónustunni og frá þér. Það verður þess vegna að gefa rétt skilaboð þetta logo og þetta verður að vera logo sem aðgreinir þig á markaðnum og það stendur fyrir það sem að brandið þitt stendur fyrir. Þetta svona ekkert auðvelt að búa til logo. Það þarf líka að vera hægt að nota það við mismunandi aðstæður. Það þarf að vera hægt að nota það á pappír, það þarf að vera hægt að nota það í lit, það þarf að nota það svarthvítt, rafrænt, það þarf að geta nota það risastórt kannski utan á húsi og svo þarf líka að geta nota það pínu lítið á mobile, snjallsíma vefsíðum og jafnvel tala nú ekki að þú ferð út í að gera app eða eitthvað þess að þannig að það þarf að vera hægt að gera mjög margt við þetta. Þess vegna þarf að fá fagmann í verkið. Það þarf að fá góðan grafískan hönnuð sem veit hvað hann að gera. Og það líka þannig að í þessu að þá, svo ég sletti, not all graphic designers are created equal. Það er að segja, grafískir hönnuðir eru líka misreyndir í því að gera logo og hafa mismikla þekkingu á því. Það þarf að hanna logoið sérstaklega fyrir þig og þitt brand og þess vegna vil ég hvetja þig til þess að ef þú ert ekki komin með logo að fá fagmann í það og ef þú ert komin með logo horfðu svolítið á það og vertu gagnrýnin og ef það má bæta það og telur að megi bæta það, fáðu ráðgjöf hjá góðum grafískum hönnuði sem hefur reynslu af því að gera logo. Ég mæli ekki með því að fara á netið og kaupa eitthvað logo úr einhverjum logobanka eða eitthvað þess að þar. Það eru til þjónustur þar sem hægt að senda inn það sem við kallum bríf og upplýsingar og fá sendar tillögur að logoið tilbaka og það er ekkert sem segir að það sé ekki hægt að fá gott logo út úr því en það veltur þá líka á því að þú sendir verulega góðar upplýsingar til þess að þú sért að fá tilbaka eitthvað sem eitthvað vit í. Þú myndir ekki fara og bara ef þetta væri þannig að við getum keypt okkur andlit, þá myndir ekki fara og kaupa bara andlit eitthvað staðar. Og þú myndir ekki gera það nema vel ígrunduður á því. Og það er í rauninni það sem þú ert að gera þegar þú ert að velja þig logo. Þú ert að velja andlitið á fyrirtækið þitt. Og þess vegna er það mjög mikilvægt val og mikilvæg ákvörðun og þú verður að huga vel að því. Hvernig er logoið þitt? Það væri rosa gaman ef við myndir senda inn og kommenta við bloggið með myndum af logoðum ykkar.